Við vorum að fá tilnefningu frá Virk sem virkt fyrirtæki árið 2024 og það er einu viðurkenning fyrir gott samstarf með Virk sem starfsendurhæfing sem styður fólk við að koma aftur á vinnumarkaðinn eftir hlé. Þetta kom nú bara til þannig að við auglýstum eftir starfsmanni hjá okkur í lyfjaþjónustu og atvinnutengill frá Virk hafði samband, sagðist vera með frábæran einstakling hjá sér sem væri að koma aftur á vinnumarkaðinn eftir langt hlé en þyrfti sveigjanleika gæti ekki unnið fullt starf en treysti sér í hálft starf. Og við hvöttum viðkomandi til að sækja hjá okkur og tókum þennan aðila í viðtal og fjallum heldur betur fyrir honum og buðum honum starf, hálft starf hjá okkur og þetta var algjört win-win. Ég var sjómaður 22 ár og svo lenti konan mín í veikindum og hún átti blómabúð og selur hana og svo keyptum við veitingastað og hún selur hana, eða veitingastæðin og svo hætti ég bara að vinna og hún lenti bara miklu veikindum og kvaddi þetta líf 2017 og ég var náttúrulega einn í þessu stóra húsi Hafnarfirði og það var bara að bera á og slá og svona, mér fannst þetta eitthvað svona, þannig að ég seldi og flutti í blokk með bílskýli og þarf ekkert að gera svo á morgnana, því svona morgunhanni að þá var bara sko, já ok, það er ekkert að gera á morgnana þannig ég fór nú að spá hvort ég ætti ekki bara að fara að vinna svona 50% vinnu ef einhver vill svona gamla kennitölu þannig að ég fór á stað og hafði samband við Virk og það virkaði svona svakalega flott ég held að þetta teki ár sko ég var bara komin í vinnu eftir 2-3 mánuði hérna það var bara lottó fyrir mig. Það eru klárlega tækifæri í þessu og atvinnulífstenglar Virk, þeir þekkja náttúrulega fólki sem eru þar og ég bara hvet alla stjórnendur til að vera opnir þegar þeir fá tölvupóst eða erindi frá þeim því að þeir eru búin að vinna þessa vinnu og undirbúa vinnuna í rauninni mjög vel. Bara gefa tilbaka þessum spítalinn búin að gefa fyrir mig. Ég er búin að vera með ólæmandi krabbamein síðan 2009. Ég er líka að berast í þessu. Þannig að þetta er svona meira að gefa tilbaka og vera innan fólk. Ekki sitja bara einn heima, vera virkur. Ég er að taka til hérna pantara, að koma hérna í tölvuna, svona pantara sem ég þarf að afgreiða og fer með fram og geng frá því og svo er svona bara að þrífa og halda þessu við, reyna að hafa þetta svona eins og þetta er. Það er svona hallar aðeins og okkur kallar aðeins, það er að breytast, það er dásamlegt að vera hérna, dásamlegt fólk. Allar rannsóknir benda til þess að fjölbreyttur starfshópur skilar miklu betri árangri.